hreyfa mig og hugsa aðra hluti heldur en ferðarallið og fótbolta. Já, en þú ert væntanlega að hugsa fótbolta áfram alveg á fullu? Já, reyndar ég áfram að starfa sem fræðslustjóri á knattspyrnusambandinu og það er alveg full staða, þannig að þetta er nú alltaf nálægt manni. Hvernig stöndum við á svona áðurinni fyrir Pepsi-deild kvenna? Hvernig stöndum við hérna svona í fræðslunni í þjálfaramenntun við Íslendingar? Við stöndum mjög vel að flestu leyti. Við erum með mjög marga þjálfara sem eru búin að sækja námskeiðin okkar og það eru svona 60% þjálfara á Íslandi komnir með UFA-B þjálfaragráðu og svo kannski svona 20%, 20-25% eru með UFA-A-gráðu og svo eru einhverjir 9-10 þjálfarar komnir með UFA Pro-lessons. Já. Það sem við mögum bæta okkur í er að litlu stelpurnar fái þjálfara með menntun til jafns á við þjálfara frá strákonum. Það er helst skort á það. Er það þá að gleymast kannski hjá félögum eða þá setja þess frekar menntuðu þjálfarinn á kallana eða sem strákana? Já, ég veit ekki hvað skýringin er, hvort það sé vinsællega að þjálfa strákana heldur en stelpurnar eða hvort að þjálfarar sem þjálfa stelpur eru latari við að koma á námskeið einhverju dagna. Kannski er það líka fyrir eitthvað konur koma svona minna á námskeiðin okkar einhverju dagna heldur en kalla. Já. Og það koma fyrstu stíðin okkar en halda ekki lengi áfram samt í kerfinu. Já. Það er ekki upp þjálfararstíðan eða þjálfaramentunarstiðan eins mikið og kalla. Já. En við þurfum bara að meðvita þetta og reyna að bæta úr þessu því að þetta er svo mikilvægur aldur fyrir stelpur að bæta tækni. Það þurfa að hæfa þjálfara sem geta leikast þeim og keppt þeim. En fyrir þá sem eru svona áhugasamir þjálfarar og eru kannski að þjálfa bara í sveitum með fáa krakka og fleira, er þeim óhætt til dæmis að hringja í ykkur á KSÍ og svona spurjast og fá leiðbeininga frá ykkur sem eru til dæmis í fræðslusetrinu? Já, klárlega, það er bara okkar starf og okkar hlutverk í fræðsludeildinni. Við erum tveir að styðja við félögin og veita þeim ráðgjöf og þjónusta félögin og hjálpa þjálfurum og búa til þjálfaramenntun, þjálfaranámskeið fyrir það og hvetja það áfram og við erum að reyna að vinna í því og starfa við það að efla starfið í félögunum út allt land, alveg sama hvort það er 1300 manna félag eða 100 manna félag. Já. En nú aðeins að Pepsi-deild kvenna, hvernig fannst þér sumarið í Pepsi-deildinni? Mér fannst sumarið vera kannski svona spennu minna en ég vonaðist fyrirfram. Stjarnan stakk fljótlega af og maður sá ekki neitt annað lið svona vera eiga möguleika mótið þeim og það var enda núna aðeins svona seinni mót sem að Valur náði að styrkja sig en samt bara það var orðin svo rosalega mikill munur og með sig að þá það verið búin að styrkja sig þá tók Stjarnan í 4-0 og það var bara allt og miklir yfirbyrðir kannski til þess að mótið yrði eitthvað spennandi og þá fór þetta að snúast kannski hvort að Stjarnan kemist í gegnum mótið á þess að tapa stigi sem það gerði og frábær árangur og flott lið sem að Þorlákur er búin að byggja upp í Garðabænum og það eru vel að þessu komnar. Þetta er náttúrulega óraunverulegt að skora 69 mörk og fá aðeins 6 á sig. Þetta er bara eins og ykkur hafi verið að leika sér í FIFA 99 eða eitthvað. Já, það er alltaf frábær árangur og lággjá mikinn heiði skilin og líka stelpurnar í liðinu. Þetta er allt svona duglegar stelpur, virkaðum þannig og hafa bætt sér mjög mikið og margar stelpur uppaldar og svona hafa þurft að hafa fyrir hlutunum og vinna sér upp og vera betri og þær eru alltaf banka fastar og fastar til landsliðsins og við vorum með 5 stjörnustelpur í lokakeppnisóknum í Svíþjóð í sumar og Harpa Þorsteinsdóttir öðrum Ólafsstöðum finnst mér besti leikmaður Íslandsmótsins í ár og fast á hæl hennar finnst mér Glódís Perla Viggósdóttir. Þetta voru kannski leikmaður sem héldu upp í sóknarleik og varnarleik stjörnunar og það er svona hvergi veikur hlekkur í stjörnuliðinu. Nei. Þetta er mjög öflugt lið. Já. En svona, öðrum liðum, það er náttúrulega í Pepsi-deild kvenna, þar var mikið að ungum stelpum núna að koma upp og sem voru mjög ábyrjandi í leikjum hvað voru orðnar öflugar. Já, ég er alveg sammála því. Það var svona einkenni á deildinni í sumar og
við erum að sjá þennan 1995 árgang koma sífellt sterkar inn í deildina og margar efnilega stelpur fæddar 95 sem við eigum. Flódís Perla sem við nefndum og Elín Metta sem að að spila með Val og var næst markahæst í deildinni. Hún líka fædd 95 og farin að spila með A-landsliðinu og það mætti lengi telja áfram. Guðrún Arnardóttir og Lovísa Einarsdóttir og... Já, alveg, það kom endalaust áfram sko og 94 árgangurinn líka sterkur. Þannig að þetta eru gríðarlega efnilegir leikmenn og Sandra María Jessen þarna líka, Þór Káa, sem var enda svolítið meidd í sumar en líka vel mikið efni. Svava Rós í Val, finnst mér mjög efnilegur leikmaður, sem fljótasti leikmaður í deildinni og hún fædd 95 og þetta svona einkenni á deildinni og það vantar kannski líka að stelpur haldi lengur áfram í fótbolta og það eru fáir leikmenn kannski svona sem eru eldri en 25 ára í deildinni. En það allan að koma þarna efni, en eigum við vona á að sjá eins og núna næstu árum, þú náttúrulega hlýtur að fylgjast með eins og 96 og 97 stelpur, erum við að fara að sjá einhverjar öflugar að koma þarna inn í Pepsi-deildina svona á næstu 2 árum? Já, ég held sko 96 og 97 árgangurinn eru ekki alveg eins efnilegir og 95 árgangurinn finnst mér en það svona kannski alveg svona hvað segir maður svona bara yfirburðar árgangur. Við höfum ekki átt jafn sterkan árgang sennilega síðan bara 1990 með Sörubjörg og Fandís og þeim. En 95 mjög spennandi, 96 eru svona, jú, það einn og einn leikmaður sem er spennandi en það kannski ekki eins margar. Og það leikmaður í Breiðablik sem heitir Andrea Rán sem mjög spennandi leikmaður en vantar kannski svona upp á meiri líkamsstyrk og hann kemur, hún náttúrulega mjög ung ennþá. En hún spennandi leikmaður upp á framtíðina og það ef kannski einhverju 2 leikmenn skila sér upp í A-landslið úr hverjum árgangi þá eigum að vera kannski sæmilega sátt við þannig árgang. En náttúrulega þessi 1995 árgangur að þetta náttúrulega alveg ótrúlega stór hópur og þetta verður ábyggilega virkilega erfitt í framtíðina að velja í þetta A-landslið. Já, vonandi. Maður vonar að það halda áfram að þroskast og þetta árgangurinn náttúrulega sem fór í fjárlega úrslit í yngur 17 ára landsliðs Evrópumótinu og lengra heldur nokkurt annað íslensk landslið hefur náð í sögunni og þannig að það verður mjög spennandi að sjá hversu margar af þeim ná að stíga alla leið upp í A-landslið og stíga skrefið til fullnustu. En það hafa líka komið gött í árganga hjá okkur og 89 árgangurinn til dæmis hefur ekki átt neitt leikmann ennþá sem við spila A-landsleik. En sennilega verður svo fyrsta Anna Björk í Hafsend í Stjörnunni. Hún hefur verið stöðugt vaxandi og þannig að árgangurinn eru aðeins missterkir. Og eins áttu mjög sterkar leikmenn í 85 og 86 árgangunum, Margréti Láru og Guggu og Dóru Maríu og þessar leikmenn. Þá kom svona margar góðar á þeim árum. Þetta virðist koma svona aðeins í stökkum og sama kannski gera strákamegin, það 95 árgangurinn gríðarlega efnilegu líka. En svona aðeins að Pepsi-deild kvenna já nú til dæmis fjall HK Víkingur og þær virkuðu samt alveg bara með fínasta lið sem eiga alveg heima í Pepsi-deildinu svo sem. Já, ég sá þær alveg spila nokkur sinnum í sumar og mér fannst þær alltaf vera svona inni í leikjónum sínum og náttúrulega eru með nokkra leikmenn sem hafa reynslu að spila í deildinni og eru bara ágætis leikmenn og þær voru að reyna að spila góðan fótbolta og ágætis skipulega liðinu varnarlega séð í þeim leiki sem ég sá. Voru pínu óheppnar, ég sá þær á móti Breiðablik sem voru gríðarlega óheppnar. En svona samt náttúrulega held ég að stöðuteflan ljú aldrei þegar það eru svona margir leikir spilar heilt keppnistímabil 18 leikir að þó að það hefði vissulega munið alveg rosalega litla HK Víking og afturhelding og þau leið mættust í síðustu umferðinni. Þá það einhvern veginn þannig að maður skildi ætla að heilu keppnistímabil þá komi ljós hvaða lið er best og hvaða lið
náðu ekki að standa sig eins vel í sumar en ég held að HK Víkingur það var gaman að voru margir áhorfendur á vellinum hjá þeim, góður stuðningur og yngri flokkum, við erum með öfluga yngri flokka, unni gott starf með félaginu og þær munu koma aftur upp örugglega að ári. Já. En svona í lokin að sunnlensku liðunum IPVF og Selfoss, náður eitthvað að fylgjast með þeim í sumar? Já, ég var mjög heillaður af Selfoss-liðinu og svo tölum það kannski fyrst. Það mjög skemmtilegt að sjá það spila. Ég kom á Selfoss held ég sennilega á 3 leiki í sumar og svo sá ég eitthvað bænum en það er mér finnst verið að Gunni er að byggja upp mjög flott lið þar og það eru mjög efnilegi leikmenn þar í liðinu. Ég var hrifinn af Hrafnhildi í vinstri bakvörðinum, Hrafnhildi Hauksdóttir, efnileg stelpa sem spila með yngur 17 liðunum og Guðmunda náttúrulega átti flott tímabil og er alltaf að nálgast alhansliði meira og meira og það verður gaman að fylgjast með framtíðinni á henni og liðið var svona að reyna að spila góðan fótbolta og gott skipulag á liðinu og það hélt vel út í leikjunum sínum, hann náði góðum úrslitum á móti góðum liðum og maður sá svona alveg Selfoss var mun ofar í töflunni heldur en ég reiknaði með fyrir tímabil og spilaði miklu betri fótbolta. Já. Ég held að það hafi verið stigið stórt skref hjá Selfoss í 7. sæti í deildinni og þetta er eitthvað sem við geta byggt ofan á fyrir næsta ár og sennilega verður nú auðveldara fyrir þá að fá góða leikmenn til þessi lið, því þetta er lið sem spila góðan fótbolta og stóð sér vel í sumar. Já, og líka gaman að fylgjast með því að það virtist vera eins og Anna Garðars kom inn á áðan að það var bara ágætis mæting á völlinni í sumar hjá þeim. Já, það var vel mætt á leikina sem ég mætt á og stemming og þetta reynilega fylgst vel með þeim og góður stuðningur og mér fannst þetta bara flott lið og bara mikið hrós fyrir Gunnar sem er að byggja gott starf hjá hann. Já. Og þá að IPVF Eyjastúlkunum, það er endur í 3. sæti deildarinnar þrátt fyrir, það var mjög ungt lið og svona spurning hvort það hefðu haft hóp eiginlega yfir höfuð? Já, mér fannst Jón Óli ná miklu út úr liðinu. Ég hafði smá áhyggjur fyrir hans hönd. Það voru töluverðar breytingar og meiðsli sem hann lenti í en hann svona náði að spila vel úr þessu fannst mér og getur mjög vel vunnið að náði 3. sæti og var bara mjög nálægt 2. sætinu líka. Og Elísa Viðarsdóttir komst í lokakefnishópinn og leikmaður sem hefur óbúslega mikinn dugnað og vilja og vill stöðugt bæta sig og æfir mikið sjálf líka aukalega og er bara með þetta hugafar til þess að ná árangri og verður gaman að fylgjast með henni í framtíðinni og hún kannski svona leiðir þetta lið svolítið og svo náttúrulega eru IPVF með sterka útlendinga sem eru lykilmenn í liðinu og Bryndís Jóhannesdóttir var að skora fullt af mörkum fyrir þær í sumar og Sjannika Gordon hefur þennan eitur hraða frammi og það vantar ekkert mikið upp á hjá IPVF-liðinu til þess að geta ef það ná að styrkja sig kannski aðeins fyrir næsta ár þá náttúrulega verða þær í toppbaráttunni og verða náttúrulega alltaf einhverjar breytingar á liðunum á milli ára. Það er spurning hvernig þeim tekst til með að styrkja með útlendingum á réttum stöðum og svona því að uppbyggingin þegar markmiðið held ég að spila stelpunum sem eru uppaldar í félaginu og svo fylla upp í það sem vantar svona sterka leikmenn, styrkja lið á réttum stöðum. Þetta hefur verið svona lið sem er stemmingslið finnst mér en stundum svolítið óútreiknanlegt, maður veit ekki hvort það svona fyrirfram hvort það vinni að tapi, það er svolítið erfitt að reikna þær út. Já. Þetta hafa vissulega mjög góða leikmenn þarna innanborðs. En í Pepsi-deild kvenna nú eru svona öll liðin virðast geta strítt hvor öðrum og þetta virðist vera svona orðið miklu skemmtilegri deild heldur en verið. Þetta hefur náttúrulega verið alltaf að splittast svolítið mikið en náttúrulega Stjarnan var yfirburða lið í sumar en annars virtust öll lið svona eiga séns í hvort annað. Já, ég sammála því og kannski svona það eru fleiri góð lið heldur en áður. Já. Fleiri velskipulögð lið, fleiri lið sem leggja alvöru í þetta og munurinn sé náttúrulega mjög mikill á Stjörnunni sem vann deildina með 54 stig og Þróttur í neðsta sæti með 3 stig. Það er rosalega mikill munur
á þessum liðum en liðin sem eru þarna á milli þau gátu öll svona reitt stig af hvor öðru. Já. Og það var svolítið gaman að sjá það að það voru fleiri lið, Selfoss og FH voru að taka suma leiki á móti liðum sem að maður reiknaði með fyrirfram að yrðu sterkari og þannig að það er svona fleiri lið, fleiri félög sem að leggja mikið metnað í starfið kvennamegin og að byggja upp góð lið og verður gaman og vonandi heldur það áfram því að maður bara þegar ég byrjaði með kvennalandsliða þá voru 2 lið sem gátu eitthvað. Það var KR og Valur og þar voru allar landsliðskonur nema 1 eða 2. Já. Núna hefur deildin breyst þannig að það eru kannski 12-15 leikmenn sem að hafa farið erlendis að spila sem atvinnumenn og það hefur náttúrulega veikt deildin okkar aðeins eða ýmt hana upp. Í staðinn hafa komið mjög ungi leikmenn inn og fengið snemma séns og það er núna með árunum að verða betur og betri og gæðin í deildinni er að verða betur og betri. Já. Svo það er björt framtíð og vonandi halda allar þessar stelpur áfram og halda áfram bæta sig og við höfum að hafa allar burði til þess að hafa líka landslið í fremstu röð áfram. Vonandi náum við að halda áfram sterkri deild og fleiri félög bæti í hópinn að þetta verði með öll lið geti unnið hvort annað. Áttu vona því að Pepsi-deild kvenna kannski eftir að enda með að vera jafnvel 12 liða deild í framtíðinni líkt og karlamegin? Já, ég held að það geti alveg orðið. Það eru fleiri félög líka í fyrstu deild hvenna sem eru núna með metnað og leggja mikið á sig og eru að æfa vel og það er sárt að falla niður og það eru kannski fleiri lið sem gæti átt erindi þarna upp og ég held að strandi kannski bara svolítið á því að það komi tillaga það ástingi KSÍ frá einhverju félagi eða félögum að þau takir sér saman og komum fram með þá tillögu. Ég sé ekki okkur stelpunar ætti ekki að geta það alls og strákarnir að spila í 12 liða deild og undanfarn ár hefur kvennadeildin hætt 3-4 vikum undan karladeildinni þannig að við höfum alveg að hafa tíma. Við hljótum vel að spila meiri fótbolta yfir sumartíman þegar veðrið er gott og getur spila á grasi og þá finnst við sendur sorglegt hvað deildin hefur hætt snemma hjá okkur og þá þurft að halda leikmannum sem er í landsliðinu í formi með að hafa landslýsæfingar kannski 3 vikur fram að haustleikjónum sem við spilum alltaf í október. Já. Það væri betra að það væri 12 liða deild og spilað lengra tímabil og fleiri leikir og þetta tækja kannski einhver ár alveg svo gerðist með kalladeildina kannski að það tekur félögin smá tíma að aðlagast deildina að jafna sig. En ég held að með tímanum þá gætu við haft sterka 12 liða deild. Lítur að markmið á það. En knattspyrnan er allana í góðri sókn bæði kalla og kvennamegin hérna á Íslandi og það virðist vera að við Íslendingar séum að gera mjög góða hluti bara bæði núna kalla og kvennamegin. Þú sér það að nú er uppselt á leik bara eins og Ísland ger Kýpur, eitthvað sem að enginn átti von á, myndi ekki fyrir svona 2-3 árum. Já, einu sinni var það alltaf sagt kallalandsliðið að Íslendingar keyptu mið af öllum til þess að koma að horfa mótherja aðlandsliðs kalla. Einmitt. En í dag kaupa allir miða til þess að horfa á íslenska landsliðið og við eigum frábæra leikmenn og bara frábært lið og þjálfarateymið á mikinn heiður skilinn fyrir að hafa móta gott lið og þetta eru skemmtilegir strákar sem spila góða fótbolta og leggja sig alltaf fram og liðið er vel skipulagt og það hefur verið gaman að fylgjast með þeim og það er bara stöðugt að vera betri og betri og það er svona þjóðin hefur hrifist svolítið með liðinu og það gaman að hafa gert þjóðin náðar hrifast með kvennaliðinu okkar núna síðust árin og núna er kallaliðið komið á fulla siglingu og er bara í fínum séns og það er bara virkilega gaman og mikilvægt fyrir íslenska fótbolta og fyrir knattspyrnusambandið að landsliðinu gangi vel. Það er bara svona vítamínsprauta fyrir öll fótboltafélögin og þá sem er í fótbolta. Já. Að fylgjast með þessu, þannig að vonandi sjáum við lið okkar bara alla leiðin. Ég ætla ekki að setja pressa á það því að við kannski vonumst til að lið okkar myndi kannski toppa á næstu 3, 4, 5 árum því að þá eru fleiri af þessum ungu leikmönnum okkar í allandsliði kalla orðnir aðeins eldri og honum með meiri reynslu en þeir eru kannski að ná ennþá betri árangri og ennþá fyrr heldur en við áttum von á. Nákvæmlega. Sigur Ragnar, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og við bara hafðu það sem allra best og hvetjum alla til þess að kynna sér fræðsluefni fyrir áhugasama og vera ófeimnir eða einmitt að hringja í ykkur og leita sér aðstoðar varðandi þjálfun og fleira. Engin spurning. Skella sér á námskeið. Nákvæmlega.
Þakka þér kærlega fyrir Sigurður Ragnar og hafa það gott. Takk sömuleiðis. Já, Sigurður Ragnar Eyjólfsson hérna, Kamba